Velkomin á 597. fund Bæjarstjórnar Hvergisbæjar, haldinn í fundarsalur Breiðamerk 20, 5. 9. október 2025 klukkan 5. Og fundinn sitja Sandra Sigurdóttir, Njörður Sigurðsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Thelma Rún Runólfsdóttir, Friðrik Sigurbjörnsson, Alda Pálsdóttir, Pétur G. Markan og Helga Sigurðardóttir Kristjánsdóttir, sem jafnframt ritar fundargerð. Einhver athugasemd við fundinn? Og það ekki. Þá bara hefjum við dagskrá. Fyrsti liður dagskrá fundargerð bæjarráðs frá 8. september og þar afgreiðum við sérstaklega lið 5, 6, 7 og 8. Við byrjum að lið 5, viðauki við fjárhagsáætlun 2025 vegna bæjarskrifstofu. Og það lagt til að bæjarstjórn samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun 2025 að upphæð 3 milljónir króna vegna launakostnaðar á bæjarskrifstofu. Auknum útgjöldum verður mætt af bókhaldslykli 21.010.9910. Annar kostnaður án virðisauka. Það er orðið laust. Og þá legg ég þetta undir fundur til samþykktar, ekki sem samþykkir. Og það samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 6 viðauki við fjárhagsáætlun 2025 vegna grunnskólans Hveragerði. Og það lagt til að bæjarstjórn samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun 2025 að upphæð 6,5 milljón vegna launakostnaðar hjá grunnskólanum Hveragerði. Og auknum útgjöldum verður mætt á bókhaldslykli 21.010.9910. Annar kostnaður án virðisauka og orðið laust. Og þá legg ég þann lið undir fundinn til samþykktar, gefur merki sem að samþykki og hann samþykktur samhljóða. Og þá er næsti liður, liður nr. 7, samningur Hvergisbæjar við Landferðir e.h.f. Akstur skólabarna. Og þar lagt til að bæjarstjórn samþykki samning Hvergisbæjar við Landferðir e.h.f. Akstur skólabarna og orðið laust. Friðrik, gjörðu svo vel. Forseti, við áttum nú samtala á bæjarráðsfundinum þennan lið varðandi það hvort það væri búið að tryggja öll allir flokkar og allar deildir væri með akstur á æfingar eins og við sáum svo bréfi frá bæjarráðsfundi í síðustu viku frá Hamri eða sem frá knattspyrnudeildinni þar sem við vorum að kvarta yfir að vera ekki með. Þetta svona í samræmi við það sem við kannski ræddum á fundinum þar á undan. Þannig ég vildi svona kanna hver staðan væri á þessum málum, hvort það væri búið að tryggja. Því allavega veit ég að dóttir mín ennþá ekki með þar eftir æfingu. Takk fyrir þetta, Friðrik. Þetta er mjög svar. Takk. Já, forseti, fundamenn og aðrir góðir tilheyrendur. Ég held að síðustu dagar hafa farið svolítið í að finna út úr svona síðustu lausu endunum varðandi þennan akstur íþróttabarna. Og ég get bara upplýst það hérna á þessum fundi við bæjarstjórn að það var eiginlega gengið frá þessum svona síðustu lausum endum í dag. Og það sami aðili og í raun og veru Landferðir sem að taka þetta í svona aukaakstri og það sem að kannski hefur aðeins verið dálítið heilabrot að við erum náttúrulega að nota íþróttamannvirki og við erum dálítið háð íþróttamannvirkin sem í öðrum sveitarfélögum núna. Við erum að klára okkar uppbyggingu og þar erum við bara einfaldlega ekki kannski í þeim forgangi sem að við kannski myndum alveg kjósa. Þannig að það dálítið erfitt að finna þessa tíma og láta það síðan ganga upp saman við íþróttamannvirkin okkar og svo bara einfaldlega búum við það. Og það kostur að við erum með margar íþróttagreinar og mikinn fjölbreytileika þegar það kemur á íþróttamálum. En þá það bara svolítið heilabrotið að finna út úr þessu, en þetta og ég minna okkur á, þetta tímabundið ástand. Við erum að leysa þetta með öðrum leiðum, stórum leiðum. En ég held að þetta hafi verið leyst endanlega í dag. Ég las nú bara tölvupóst hérna upp úr 4-leytinu sem að sagði mér það að þetta væri bara í höfn. Þannig að hérna á upplýsist það. Fleiri sem vilja taka máls. Þá legg ég þann lið undir fundinn. Ég merki sem samþykkir þetta. Og það samþykkt samhljóða. Þá komum við að lið 8 viðauki við samning Hvergisbæjar og Reykjadalsfélagsins frá 29. febrúar. Og þar lagt til að bæjarstjórn samþykki viðauka við samning Hvergisbæjar og Reykjadalsfélagsins frá 29. febrúar 2024 vegna bílastæða. Orðið laust.
og inngengur þessi hljóðst og bara leggjum við þennan lifandi fundinn til samþykktar, gjafamerki sem var samþykkið og hann samþykktur samhliða. Þá það bara fundargerðin öðru leyti og orðið list. Jóhanna. Sjónarmið. Var það? Já. Já, forseti, af því við erum að tala fundargerð bæjarráðs eða bara svona bæjarráð, þá langar mig að eiginlega bara nota tækifæri og svona segja frá því að við í bæjarráði fórum í stofnanaheimsóknir á mánudaginn. Ég veit þetta er ekki inn í fundargerðinni en það var bæjarráð sem slíkt sem að fór í þessar heimsóknir og við langar bara svona aðeins að vekja athygli á því að eða vekja máls á því að þetta voru náttúrulega bara sérstaklega ánægjulegar heimsóknir. Þetta var fyrri hluti af heimsóknir bæjarráðs og klárum við þann rúmt í fyrramáli. Við fengum ákaflega góða móttökur og þetta náttúrulega Þetta heimsóknir í tengslu við fjárhagsáætlunargerðin okkar og það er svo gott að fara og hitta fólk, heyra hvað í gangi á hverjum stað og það sem var sammerkt í öllum þessum heimsóknum hversu heppin við erum og lánsöm með mannauðinn í Hveragerði. Mér fannst bara tilefni til þess að ræða þetta og eins kannski líka að bæta því við að við Pétur bæjarstjóri tókum á móti breska sendiherranum á Íslandi og þennan sama dag var hún í heimsóknir og heimsótti nokkuð fyrirtæki og stofnanir og það skemmst frá því að segja að hún var ákaflega ánægð með heimsókn í Hveragerði og hrósaði sérstaklega grunnskólabörnum sem hún tók hitti, það voru nemendur í 4. bekk og hún talaði hversu skapandi spurningarnar þeirra hefðu verið. Það er alltaf gaman að tala það sem ég á. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna, fyrir svar, Friðrik. Já, forseti, ég tek undir mig Jóhannu. Það var mjög vel hagnaður dagur og hlakka til morgundagsins þar sem við höldum áfram að heimsækja stofnanir bæjarins. Ég var svona að reyna að finna einhvern lið fyrir þennan bæjarstjórnarfund til þess að geta rætt þessi mál en það að taka þetta til lið 13 sem tengist verkfundargerð íþróttahússins. Það var haldinn byggingarnefndarfundur 17. september sem ekki ennþá búið að leggja fyrir í bæjarráði eða bæjarstjórn og þar á þeim fundi óskaði ég eftir því að bæjarstjórn myndi taka til umræðu nýju viðbygginguna við íþróttahúsið vegna þess aukins kostnaðar og allt í kringum það sem að þetta náttúrulega búið að stækka svo mikið þetta verk og í rauninni svona orðin ákveðin forsendubrestur að mér þykir með við nýjastu kostnaðaráætlun og eins og segir í fundargerð byggingarnefndarinnar sem það svona haft nánast orðrétt eftir mér að ljóst að þetta orðið umfangsmikið verkefni fyrir bæinn og nauðsynlegt að bæjarstjórn fái tækifæri til að fara yfir stöðuna. Því reiknaðum við með að þetta yrði nú tekið fyrir á þessum bæjarstjórnarfundi og lögðum því ekkert sérstaklega fram fyrirspurn þetta. En mér langaði þá að fá bara umræðu þetta því að þetta auðvitað miklu fjármunir og mikið í húfi fyrir sveitarfélagið og hvort að við gerum það hér eða þá að við höldum einhvern auka bæjarstjórnarfund bara sem bæjarstjórn hittist og ræði þessi mál. Það líka alveg eitthvað. En sem sagt, svona aðeins í forsöguna þá samþykktum við 2023 að fara af stað í þetta verkefni að byggja nýja viðbyggingu við íþróttahúsið eftir að ýmislegt annað hefði verið reynt. Og þá sem sagt kemur fram í fundargerð bæjarstjórnar frá 14. desember 2023 að skoðun hefur leitt í ljós, svo veit maður sér beint í fundargerðina bókunina, að skoðun hefur leitt í ljós að hægt að koma upp nýjum íþróttasal í fyrsta áfanga fyrir 605 milljónir króna. Auk kostnaðar við hönnun og síðari stöðum mun hann nýtast til keppni og verður með áhaldastöðu. Nú eftir þennan byggingarnefndarfund og eftir að byggingarnefndin var sett af stað þá náttúrulega stækkaði verkefnið og kostnaðurinn bara í kjölfarið þetta jókst og svo núna á síðasta byggingarnefndarfundi kom fram að kostnaðaráætlunin væri komin eða búin að hækka 12,5% með við áætlunum sem var í janúar. Og því hún orðin margföld á við það sem að bæjarstjórn samþykkti hér upphaflega svona að fara af stað í og auðvitað erum við búin að samþykkja hér byggingarnefndarfundir og við erum svona búin að vera meðvituð kannski stöðuna en núna eftir síðasta byggingarnefndarfund þá hækkaði bara töluvert meira heldur en að við þeim svona kannski samþykkt í upphafi. Ég svona velti því fyrir mér hver staðan núna
Það ljóst að verkinu mun seinka hálft ár vegna jarðvinnunar sem líka orðin tvöfalt dýrari en lagt var upp með. Það eru tímaþrengingar vegna frost sem nú að byrja að koma næturfrost, þannig að það svona eykur á áhættuna að seinka verkinu enn meira. En upphaflega markmiðið var að loka húsinu fyrir áramót og nú ljóst að húsinu ekki lokað fyrir næsta vor, mögulega sumar. Og við höfum því áhyggjur að það muni tefjast enn frekar með aukins kostnaðar og annarra verkefna sem þetta sveitarfélagið þarf að fara í, eins og uppbygging skólphreinsunarstöðvarinnar sem kom fram í fréttum að myndi kosta mögulega 2 milljarða, viðbyggingu við grunnskólann sem mun kosta líka pening og svo mögulega hönnun á nýjum leikskóla og gatnagerðin þar sem við fáum þetta tekjur á móti en þær koma oftast seinna inn. Og ég vil velta þessum spurningum hér upp og líka hver staðan því að á byggingarnefndarfundurum þá var talað að útboðsgögnin fyrir steypuvirki yrði tilbúið núna síðustu mánaðamót, september, október. Það verið tilbúið. Svo var talað að járnvirki útboðsgögnin fyrir járnvirki yrði tilbúið mánuði seinna. Þannig að þetta eru svona spurningar sem ég veit ekki hvort við erum að taka umræði hér eða hvort við viljum boða til svona auka vinnufundar bæjarstjórnar þessi mál. Þetta fjárhagsáætlun að gerða að fara í gang. Það ekki búið að, svona með við 3 ára áætlun, þá þetta ekki búið að kostnaðar, eða svona hvernig á að fjármagna þetta og ýmislegt sem þarf að skoða í þessu. Þannig að ég óska bara eftir umræðum þessi mál, því að þetta auðvitað stór hluti fyrir sveitarfélög og þetta mannvirki sem við erum öll sammála að við viljum fara í og viljum byggja upp. En auðvitað viljum við líka fara í önnur verkefni, þannig að við þurfum að ræða þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Friðrik, og bara takk fyrir góða ábendingu og komum því áfram að fá fundargerðina inn til bæjarstjórnar, bara rétt með ábending. Við sátum þennan fund saman við Friðrik og líkt og ef ég man rétt, ég svo sem ekki alveg hvernig ég orðaði það, en ég sagði á þessum fundi að ég hlakkaði til að ræða þetta, nákvæmlega þetta í bæjarstjórn og því að eins og þú komst sjálfur inn á að þetta verkefni sem við viljum fara í og við erum öll sammála að það þurfa að fara í þetta. Þannig að það þarf bara leita leiða og það eins og þú nefnir fjárhagsáætlunargerð núna framundan og það eru verkefnin okkar sem við þurfum að fara í að forgangsraða og ég held við séum aftur öll sammála að þetta það sem þarf að gerast og þetta þarf að gerast hratt og vel og við bíðum öll eftir þessu. Þannig að en ég fagna því að við getum sest niður og bara algjörlega við ræðum þetta saman bara opinskátt og bara finnum leiðir af því að ég held að ég allavega þannig þenkjandi, það eru engin verkefni of stór, við þurfum bara að búta þau niður og finna réttu leiðina með í hvað skrefum við tökum verkefnin. En það margt framundan og en ég bara, jafn mikið og ég stend hér, þá bara stend ég alveg staðfast á því að við séum að algjörlega hárrétt leið með þessa uppbyggingu. Þetta verður gríðarlega flott mannvirki því að við erum að byggja ekki bara fyrir næsta kjörtímabil, við erum að byggja til margra 10 ára og þetta mannvirki kemur til með að standast tímann tönn, alveg fullvissum og ég bíð bara eftir að taka það í notkun. Ég held að, en ég kannski fæ Njörður út næstur og svo Pétur. Já, forseti, hérna erum við raun og veru farin að tala fundargerð sem ekki til umfjöllunar á þessu fundi en ég skil alveg það sem Friðrik að benda á og ég hef ekki sjálfur séð þessa fundargerð þannig að ég á erfitt með að tjá mig málið og það kannski það sem ég ætlaði að segja hér að ég held bara sjálfsagt að við tökum vinnufundum þetta er mjög nauðsynlegt að allir bæjarfulltrúar séu upplýstir þau skref sem eru tekin í stóru fjárfestingum. Þannig að ég legg til að við kannski bara skoðum það hvort við getum ekki tekið einhvers konar vinnufundum þessi mál. Takk fyrir svör undir þetta. Takk fyrir svör, Pétur. Já, forseti, fundamenn og aðrir góðir tilheyrendur. Þetta er mjög góð ábending. Það var tekin ákvörðun innan dyra að taka einn fundargerðina næst í bæjarráð sem núna bara á fimmtudaginn. Það kemur til vegna þess að við höfum verið að bíða eftir fréttum varðandi útboð á steypu
stáli eins og við kallum það. Og það náttúrulega í kringum þetta verkefni eru svokallaður hönnunarhópur sem hefur einmitt farið með burðarþol, hönnun og annað og tekið reglulega fundi og það náttúrulega sá hópur sem að skila sér niðurstöðum sem að byggingarnefndin hefur síðan verið að ræða. Og þar get ég bara upplýst að eru menn að velta fyrir sig núna kostunum við það að annaðhvort að fara í 2 sjálfstæð útboð með steypu og járn eða skeyta þessu saman. Okkur eru menn að velta þessu fyrir sér, það er ákveðið hagræði, vinnuhagræði í því að það sé sami aðilinn sem bæði steypu og járn, staðið fyrir að fara í 2 sjálfstæð útboð. Og þetta er það sem að menn hafa verið að brjóta heilan en það er sennilega komin niðurstaða í það mál og þá raun og veru ætluðum við að fylgja því eftir með fundargerðinni frá byggingarnefndinni. Þannig að það sé komin bara skýring á þessu en auðvitað hefðum við átt að geta bara upplýst betur hvað þetta væri statt í ferlinu. Ég held hins vegar að það sé afar góð tillaga að bæjarstjórn í raun og veru hittist og fari aðeins yfir stöðuna á þessari stærstu fjárfestingu okkar og stærsta verkefni núna. Ég sé það nú bara eins og ég kannski fór yfir á byggingarnefndarfundurum þessum umrædda að það er náttúrulega bara hluti af fjárhagsáætlunarvinnunni og ég held að það sé bara eðlilegt að fara. Ég get bara ekki séð annað en að við séum bara í meginatriðum sammála öll þessi uppbyggingarverkefni. Við þurfum bara einfaldlega að sjá hvernig við getum forgangsraðað þeim, tímasett þau og tekist á við kannski þær vendingar sem að koma núna upp. Friðrik nefnir það sem að valda mesta kostnaðaraukanum núna og eins og kom fram á þessum byggingarnefndarfundi þá áætlað núna að byggingin sé að fara, kostnaðaráætlun sé að aukast 12%. Hvað það nákvæmlega? Það náttúrulega fyrst og fremst jarðvegsskiptin. Það eru jarðvegsskiptin og það í raun og veru að þurfa að breyta hönnun hússins breytir áætluninni. En það þýðir hins vegar ekki að það sé það sem kannski komið út úr útboðunum. Við skulum líka hafa það hugfast að við höfum fengið mjög hagfellt útboð vel undir kostnaðaráætlunum. Þannig og það eitt sem að fylgir kannski tímum sem að þegar að kreppir í efnahagslífi og öðru og svona almennu markaðir aðeins að ströggla núna en miðað við svona góð ár og þá yfirleitt það tími fyrir opinbera aðila að fara í framkvæmdir. Þetta er svona helst oft í hendur þannig að það getur alveg verið lag núna. En ég held að það verður hins vegar bara býsna gott að geta bara farið yfir málin núna í bæjarráði 16. En ekki síst að taka vinnufund með þessi stóru verkefni okkar og brjóta heilanum og hvernig við ætlum að raða þeim niður í framtíðina. Þannig að svo ég upplýsi aðeins stöðuna. Kærar þakkir fyrir þetta, Pétur. Einhver fleiri sem vil taka máls? Allir þessu. Já, forseti. Svona að því við erum farin að ræða íþróttamannvirki og þetta er ekki eina mannvirki sem við erum að vinna núna þessa dagana. Það langar mér svona að heyra hvaðan á gervigrasvellinum og því mannvirki þar upp á bæði með tíma, lengd og kostnaðinn. Hvernig það sé statt ef ég fengi svo þetta? Takk fyrir þetta alltaf. Það sem ég get upplýst þarna bara að það verið að Metatron að vinna bara harðum höndum núna og að vinna alla helgina til þess að reyna að klára að leggja grasið. Það er hagstæð veðurspá. En kannski bara ef við fáum bara að senda þér upplýsingar í tölvupósti með eins og Njörður kemur inn á, þetta er ekki á dagskrá við þessar fundargerð. Þannig að það væri fínt að fá bara erindi til okkar ef þið viljið fá nákvæm gögn svo við séum ekki svo getum skilað nákvæmlega frá okkur. Ertu sátt það? Takk fyrir það. En þá það bara, ef það er ekki fleiri sem vilja ræða fundargerðina öðru leyti, þá legg ég fundargerðina undir fundi til staðfestingar og gefum merki sem staðfesta fundargerðina vonir staðfest. Þá skellum við okkur í lið 2, fundargerð bæjarráðs frá 1. október og þar afgreiðum við sérstaklega lið 11. Og þar er lagt til að, hérna þetta, liður 11 Sundtunga gatnagerðarstækkun verks og þar er lagt til að bæjarráð samþykkja að farið verði í 3. áfanga Tröllaferðinni samanber tillögu 1 í minnisblaði byggingarfulltrúa og tillögu 2 í minnisblaði byggingarfulltrúa verði vísað til fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2006 þar sem einnig verði hugað að gatnagerð í Vesturmark.
Og já, orðilegust, Jóhanna er mjög spennt. Mjög spennt. Jóhanna gerir svo vel. Já, forseti, takk fyrir. Þetta eins og hefur komið nú fram á þessum fundi að þá eru ansi mörg stór verkefni í gangi í Hveragerði og mér finnst tilhlýðilegt að fylgja eftir þessu minnisblaði frá byggingafulltrúa sem var tekið fyrir á bæjarráðsfundinum. En þarna erum við að ræða bara mjög mikilvæga gatnagerð í Hveragerði. Þarna erum við að tala um áframhaldandi gatnagerð og svo í framhaldinu úthlutun lóða. Og þið munum eftir því að þú veist núna var það ekki í júlí sem við úthlutuðum lóðum í Tröllarhrauni og það voru þar yfir 600 umsóknir með minnir sem að sýnir okkur það gríðarlegur áhugi á því að byggja hér í Hveragerði. Og í rauninni þetta minnisblað til þess fallið að við höldum áfram með það verkefni og við erum raunin að horfa til þess að þú veist svona í tímalínunni að það verði hægt að klára að bjóða út í mars lóðir sem við áttum eftir úr hluta 2 sem að var ekki hægt að bjóða út á þeim tíma en nú fer það vera klárt þannig að þá erum við að hugsa mars og svo þetta rauninni ef að bæjarstjórn samþykkir þetta sem ég tel nú vera bara mjög brýnt að þá erum við að tala að geta úthlutað því í maí. Og þannig erum við líka að því að við erum að tala um framkvæmdir og hvernig við fjármögnum verkefni og annað. Við þurfum að fá okkur að tekjur inn, við þurfum að fjármagna hlutina, við höfum verið að taka lán og ýmislegt en það er líka gott að fá okkur í kassan. Og það sjáum við fyrir okkur utan með úthlutun þessara lóða og sem er mjög gríðarlegt fyrir verkefni Vesturmörk. Vesturmörkin mjög mikilvæg gata innan gatnakerfi Hveragerðisbæjar og það er mjög mikilvægt að fara í þá framkvæmd sem allra fyrst og viljum við setja það bara eins og verklagi og okkur ber að fara eftir því verklagi að setja svona verkefni í fjárfestingaráætlun og það er akkurat verkefni sem við erum í núna, það er fjárhagsáætlunin. Þannig að það er mikilvægt að setja hana þar af því að þessi gata hefur náttúrulega mjög mikil áhrif á bara stofnkerfi bæjarins, öryggismálin og alla greiða umferð og þið vitið það nú að við urðum fyrir því áfallið að hér urðu 2 umferðarslys sem var keyrt á vegfarendur og það er eitthvað sem við viljum ekki sjá. En sko þannig að þetta stóra mál hefur áhrif á fleiri á dagskrá en mér langar aðeins að brýna það því að við höfum náttúrulega bara á þessu kjörtímabili verið mjög beinu samtali við ríkisvaldið og það hefum kannski ekki borið þann árangur sem við hefðum viljað að vera í samtali við innviðaráðherra tilfærslu á þjóðveginum af því að þú veist þetta gatnakerfi okkar náttúrulega hannað í samræmi við það að þessi þjóðvegur okkar færist og það náttúrulega bara orðið mjög aðkallað að það gerist til þess að við getum létt á álaginu hér á gatnakerfinu en eins og þið sjá þá eru síðar á dagskránni málefni einmitt eins og skólaakstur og það er kannski bara svolítið umhugsunarvert með búin og kannski ekki í rosalega stórum bæ en það er samt komið að því að við þurfum að huga að skólaakstur af því að göturnar okkur eru bara í þeirri fjarlægð að það fer að detta inn, það er fjarlægðir. Einnig þarna, já, og við þurfum að gera bragarbætur á þessum gangbrautum og annað sem kemur fram hér á eftir en við höfum náttúrulega líka áfram verið í góðu samtali við innviðaráðherra og það er búið að óska eftir fundi og hittum hann reyndar á fjármálaráðstefnunni og þar var þetta erindi enn og aftur brýnt sem og með þingmönnum Suðurkjördæmi á fundi í kjördæmaviku og þar við erum búin að brýna fyrir þingmönnum að þetta er aðkallandi aðgerð. Við veist nú bara unum við ekki lengur við þetta að þessu sé frestað í samgönguáætlun og að samgönguáætlun sé stanslaust ekki fjármögnuð þannig að þetta er bara mjög brýnt. Þetta er jákvætt erindi en það leiðir af sér alls konar atriði sem við verðum að bregðast við og að sjálfsögðu viljum við sjá þetta fara í bara skýrt ferli. Takk fyrir. Jóhanna, fleiri sem við taka máls í þessum leið? Ef ekki, þá legg ég þannig liðandi til samþykktar, ekki sem samþykkjaliðin. Hann samþykktur samhliða. Þá það fundargerð að öðru leyti til umræðu. Já, mjög svo vel.
forseti. Nú er ég að reyna að leita að þar erindi sem ég ætla að fjalla um. Já, það er dagskrárliður 15 sem stafræna stefnu og aðgerðaáætlun. Það sem ég langaði bara að koma hér upp á er að vekja athygli á þessu máli og þeim skrefum sem er verið að taka í þessu og þessu er auðvitað að vísa til fjárhagsáætlunar. En hérna er auðvitað verið að taka tiltekin skref í að svona, hvað er að segja, í stafrænni vegferð bæjarins eða stafrænni umbreytingu. En það er svona tilgangur hennar við auðvitað sko að bæta starfsemina, innri starfsemi, þjónustuframboð og samskipti við viðskiptavinni. Og mér sýnist að sú áætlun sem er lögð hérna fram sé bara mjög metnaðarfull og muni akkurat ná þessu markmiðum sem að þetta stafræn vegferð er. Og mér langar bara að fagna því að við séum komin svona með þetta á þennan stað og tökum við þetta fyrir fjárhagsáætlunarvinnunni og munum án efa bæta þjónustuna með því að taka í notkun stafrænar lausnir á næstunni. Takk fyrir þetta, Njörður. Forseti. Ég var alltaf bara að gleyma þessum lit, sko. Takk Njörður fyrir að minna mig á hann, en þetta, mér langar eiginlega að taka undir þetta sem að Njörður var að segja þarna. Þetta er bara gríðarlegt framfaraskref sem við erum að taka hér með þessari tillögu að þessari stefnu og það var ákaflega gaman að hlusta á hana Fjólu Maríu og hann Röðul eða starfsmann okkar kynna drögin þessari stefnu og gaman að heyra líka það er náttúrulega búið að rýna með starfsfólki bæjarins, það er búið að vera að vinna í einhverjum vinnuhópum og það virðist allir vera bara mjög til í það. Til í að læra meira, nýta kerfin okkar betur, við erum að kaupa alls konar þjónustukerfi sem við erum kannski ekki að nýta nægilega vel eða við gætum nýtt betur og það vantar kannski bara kennslu og þannig að gefst tækifæri til þess að auka þekkingu. Og ég vil allavega meina það að stafrænu málin séu til þess fallin að rauninni kannski létta aðeins á starfsfólkinu þannig að það tíminn nýtist betur og það er hægt að koma rauninni það er hægt að auka skilvirkni, bæta þjónustu fyrir íbúana því að alltaf snýst að við erum hér í þjónustuhlutverki, við erum alltaf að þjónusta íbúan og auðvitað viljum við líka stýra fjármagni í réttar áttir. Við erum eins og kom fram í þessari greiningu hjá þeim að við erum með einhver ákveðin kerfi en við erum kannski ekki að nýta það sem við gætum verið að nýta í kerfinu. Þannig að við léttum á öllu þessu systemi. Og það er gaman að segja frá því líka, þau hafa, okkar starfsfólk hefur verið bara í samtali við aðra stafræna leiðtoga víðsvegar landinu, við erum í góðu sambandi við Samband íslenskra sveitarfélaga. Þau fóru nú í ferð til Danmerkur daginn og voru að kynna sér hvernig hlutirnir fara þar fram. Þannig að ég held að við séum að sigla inn í svolítið svona spennandi verkefni með þessu. Þannig að við erum bara að halda áfram í þessu stöðugu þróun og bæta þjónustu. En mér langar líka kannski ítreka það að þetta verður ekkert allt þannig að þú þurfir að sækja allt bara í tölvunni. Það verður líka hægt að koma og sækja þjónustu hér fyrir þá sem að það vilja frekar. Takk fyrir. Kæra takk fyrir þetta, Jóhanna. Pétur. Já, þessi bara... Ok. Forseti, fundamenn og aðri góðir tilheyrendur. Ég langaði bara að minnast á og vekja athyglingar á að í þessari vinnu sem að ég tel að sé alveg geysilega merkileg og mikilvæg fyrir bæjarfélagi. Merkileg fyrir bæjarfélagi að því leytinu til að við erum að einhverju leyti að innleiða svolítið nýja þjónustuhætti sem að eru þjónustuhættir sem að framtíðin er að kalla á. Og ég held að sé tímanna tákn þegar að opinbera aðilar eins og sveitarfélög eru líka aðeins orðin forvirkar en ekki. Þannig að við erum farin að spá svolítið í nýjar kynslóðir, við erum farin að velta fyrir hvaða þörfir nýjar kynslóðir hafa þegar það kemur að því að veita alls konar þjónustu sem sveitarfélagið ber. Og í þessu felast líka bara alls konar tækifæri til þess breytingar og rekstrarform og öðru. Þannig að það er mikil tækifæri sem að felast í því að fara í svona stafræna
stafræna leiðangur, setja sér stafræna stefnu, vera með stafræna leiðtoga. En svo ætla ég að nefna það sem ég er mjög ánægður með að í þessari vinnu, og við höfum unnið þetta vel með okkar starfsfólki og forstöðumönnum, að það er að fæðast í raun og veru annað fyrirbæri sem heitir þjónustustefna. Þannig að við sitjum eftir með annars vegar stafræna stefnu og síðan þjónustustefnu. Þar sem að við erum einfaldlega að skilgreina hvernig við ætlum að mæta íbúum Hveragerðisbæjar, með hvaða hætti. Þannig að þetta er í enda dagsins það sem að líf okkar hjá Hveragerðisbæ og vinnum fyrir Hveragerði snýr. Við erum ekkert nema í þjónustu við fólk. Þannig að vera í sífelldri naflaskoðun með þennan lið í raun og veru algjört grundvallaratriði og mjög fallegt að sjá hvernig þetta er að fæðast út. Þannig að ég veit að við fengum góða kynningu í bæjarráðinu og við stefnum á í raun og veru að fá aðra kynningu á þessum drögum vegna þess að við fundum að það var bara mikill áhugi og fólk er að kveikja á mikilvægi þess að vera með þessa stefnu, þannig að við höldum því áfram. Þannig að ég trúi því að bærinn sé og sterkari fyrir vikið þegar við klárum þetta. Já, forseti. Ég verð að taka undir þetta. Ég sá þennan bæjarráðsfund og var mjög spennt þegar ég var að fletta þessu gögnum. Mér fannst þetta verulega áhugavert og ég var ánægð að heyra þegar ég fór að spyrja taktinn sem þetta ætti að vera, að þetta yrði gert í takti við bæjarbúa, ekki eingöngu á þeim hraða sem við lifum á í dag, af því að það hentar ekki öllum íbúum okkar samfélags. Og svona kannski að því ég vinn með fólki sem tilheyrir eldri hópnum, að þá veit ég alveg að það þarf að huga að mörgu. Hins vegar bara langar mig að biðja að við, ég er ánægð að heyra að við ætlum að fá aftur kynningu vegna þess að, þú veist, ég saknaði þess að það væri ekki nægur tími, að þetta væri gert á handarhlaupum og bara fyrir gesta okkar að finna að við höfum ekki tímaramma til að gefa þeim þegar þau koma. Þannig að bara takk fyrir að hafa annan fund. Fyrir þetta. Þannig að kannski ég má sletta aðeins með fáum að lista þessum bæjarráðsfundi. Þannig að já, ég fann ekki þessu. Já, forseti, mér langar bara að taka undir þetta sem Alda sagði. Það er alveg rétt hjá henni. Við höfðum eiginlega of lítinn tíma fyrir að því að við vorum svolítið aðþrengt að þurfa að vera við þurftum öll að fara að mæta á fund með þingmönnunum. Það var búið að setja hann á, þetta var ansi þétt vika hjá kjörnum fulltrúum. Þannig að ég tek undir þetta að við þurfum eiginlega rými af því að við tímdum eiginlega ekkert að fara af því að við höfðum spurningar, það var mjög áhugavert. Þannig að ég held að við ættum að reyna að setja það á dagskrá að líka þannig að allir bæjarfulltrúar hafi tækifæri til að sjá og þú færð að koma. En sem segir okkur bara að ég held að sé allir svolítið tilbúnir í þetta. Þannig að við setjum þetta á dagskrá. Takk. Mjög gott að verða allir svo glaðir og spenntir þegar við erum að tala stafræna þróun, sko. Þannig ég held að tengjum allir það. Mjög gott, mjög skemmtilegar og góðar og þarfar umræður. Þá held ég að ég bara, ef það er ekki fleiri sem vilja taka máls, þá legg ég fundargerðina undir fundinn til staðfestingar. Það gefur merkið sem að staðfesta fundargerðina. Hún er staðfest. Þá erum við komin í þriðja lið fundargerð menningarhátíðar og markaðsnefnd frá 1. október og ég orðalaust. Friðrik, gjörðu svo vel. Forseti, það er þetta ánægjulegt að sjá hversu margir að sækja styrki í sjóði hjá bænum og að íþróttamálum séu svona komast þarna inn af stað. Það sem ég kannski saknaði svolítið að vantar þetta með ýmsum málum. Ég tók eftir í gær þegar ég var að fara yfir fundarboðið og kannski svona bara hafa það í huga fyrir næsta fund. Ég ætlaði að senda tölvupóst en gleymdi því. Hvað býta mér, en það er svona ýmislegt áhugavert við þetta sem er í gangi, svo áfangastaðaáætlun á vef, þar sem var einhver greinargerð kynnt og meira stefnu Hveragerðisbæjar í listamannahúsið og margt fleira. Þannig að ég skal hafa það fyrir næsta fund. Kærar þakkir Friðrik, mjög góð ábending. Fleiri sem vilja
Magnús Arnarson. Já, forseti, ég var rosalega glöð að sjá þetta með listamannahúsið. Mér finnst alltaf svo skemmtilegt að það sé svona sóknarvert, en ég náttúrulega sá ekki listana því að vantaði gögnin. En mér finnst líka skemmtilegt að sjá að listasafnið ætlaði að nýta sér það fyrir þeirra fólk og það finnst mér skemmtilegt að sjá. En hins vegar þá svona hugsaði þegar ég las þetta yfir og fór yfir liðina að þá hugsaði þetta er menningar, atvinnu og markaðsnefnd og næstu 50% af liðum þarna eru íþróttatengd og það er hvergi, ég saknaði svo að sé hvergi íþróttir nefndarnafn í yfirskrift hjá okkur. Þannig ég vil bara að því að íþróttir skipta okkur sem hér búum og samfélagið og uppbygginguna alveg gríðarlegu máli. Það er bara að vekja máls á. Takk fyrir þetta, Alda. Bara náttúrulega með aðeins á undan. Ég tek undir, Alda, með þér. Bara mjög góð ábending. Það var alveg sammála gjörsamlega með þér. Forseti, ég vil bara benda á að fulltrúi Alda sagði að það hefði ekki verið gögn lista yfir umsækjendur undir 5. dagskrárliði sem eru listamannahúsið í Varmahlíð. Það var auðvitað ekki verið að taka fyrir úthlutun í húsið heldur að taka fyrir að auglýsa eftir úthlutun, þannig að það er ekkert skrítið og hafa ekki fundið gögnin, þannig að þau vantaði ekki, en það var ekki verið að taka þetta fyrir. Takk fyrir hljómlega gjörsamlega. Já, forseti. Þetta með íþróttamálin, það má deila það hvar ég ætla eiginlega kannski að segja, ég held að íþróttamál séu á dagskrá hvers einasta fundar sem við hittust og ræðum, þannig að ég held að við séum ekkert að gleyma þeim. Enda erum við í þvílíkri siglingu og uppbyggingu með íþróttamálin. En mér langar akkurat, mér finnst mitt svo skemmtileg þessi hefð fyrir listamannahúsinu og þessum umsóknum. Og ég teka bara mjög alvarlega að vera að agitera fyrir þessu, þannig að þá listamenn sem ég þekki, ég reyni reglulega að senda þessar umsóknir á viðkomandi. Þannig að ég bara hvet okkur öll sem þekkjum einhverja listamenn að senda þetta umsóknarferli á viðkomandi aðila og við bara fögnum öllum umsóknum að sjálfsögðu. Takk. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Ég var einmitt í fyrradag að senda á einum hvergeringi sem bjó hér lengi og endanum á að það væri verið að taka móti umsóknum. Það er mjög gott. Og það er einhvern veginn fyrir það sem ekki á að koma inn í húsið, og ég skil það að það myndi svona sérstaklega góð svona sköpunar, það er svo mikil sköpunarkraftur þarna inni. Það er einhvern veginn húsnæðið og eitthvað að gera það verkum að það er örugglega auðvelt að skapa þarna inni. Þetta var svo sem aðeins útúrdúr. En ef það er fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið, þá ætla ég að bera fundargerðina til staðfestingar undir fundinn og þeir gefa mér það sem staðfesta og það er staðfest af öllum bæjarfulltrúum. Þá erum við komin á fundarlið nr. 4, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 2. október og þar afgreiðum við sérstaklega liði 1, 2, 3, 6 og 7. Það er liður 1, það sem er alvarpfell 5, umsókn breytinga á deiliskipulagi og þar leggur skipulags- og umhverfisnefnd til við bæjarstjórnina að ósk lóðarhafa breytinga á skilmálum þakkalla verði hafnað þar sem hún víkur verulega frá skilmálum í deiliskipulagi og deiliskipulagi heimilar auk þess ekki þaksvalir á þaki annarra hæða íbúða en slíkt fyrirkomlega eykur verulega yfirsýn af svölum yfir aðliggjandi lóð sem kann að rýra gæði hennar. Nefndin leggur til að ósk lóðarhafa hámarksmælshæð verði samþykkt og nefndin tekur ekki afstöðu til annarra atriða af aðaluppdrætti en þeirra sem óskir lóðarhafa lúta af og kunna að vera í ósamræmi við deiliskipulagsskilmála. En ég ætla kannski bara áður en ég opna fyrir mæliska þarna er ég með svona tillögu af bókun og afgreiðslu á þessum lið en bæjarstjórn telur ekki tímabært að taka ákvörðun breytingu á deiliskipulagi á þessum tímapunkti og felur bæjarstjóra og skipulagsfulltrúa að halda áfram viðræður hönnun hússins með því markmiði að hönnun hússins standi skilmála núverandi deiliskipulags. Og ef ég fæ kannski að fylgja þessu úr hlaði og útskýra
þarna er verið að biðja deiliskipulagsbreytingu á bara Álfafelli 5, ekki heildina litið. Þannig að þetta var aðeins flókið í afgreiðslu og kannski Pétur kemur aðeins betur inn á þetta eftir. En það er að taka allt deiliskipulagið bara út frá þörfum eins aðila sem kemur þarna að borði. Það finnst okkur ekki á þessum tímapunkti að við ætlum að gera. En hins vegar, og bara ef ég tala út frá sjálfum mig, þá fagna ég gríðarlega að við séum að sjá þarna aðila sem komið þetta langt að leið með Álfafell 5 og vonandi náum við að komast á samkomulagi þennan reit og að sé hægt að aðlaga hönnunina að deiliskipulaginu. En þarna erum við með lóðir sem hefur erfitt verið að koma út, það er óhagstætt eða þú veist, það hefur verið svona, þeim hefur verið skilað inn, þannig að við þurfum eitthvað að gera til þess að koma til móts við þá sem að sýna þessum lóðum áhuga. Þannig að við séum bara með opnum huga og skoðum þetta vel. En orðið laust þennan lið. Viltu bætingu við, Pétur? Viltu undan? Pétur? Já. Friðrik, gjör svo vel. Já, forseti, takk fyrir að vekja máls á þessu. Maður hafði kannski ekki alveg gert sér grein fyrir því þegar maður lesi yfir ákvörðun skipulagsnefndarinnar þetta mál. Þannig að þegar maður rýnir í teikningarnar á húsinu og legu þess og hvar það er staðsett, þá gerir maður sér miklu betur grein fyrir því, þannig að ég taka þetta bara undir þessa bóku. Takk fyrir þetta Friðrik, Pétur skilsvæl. Forseti, fundarmenn og aðrir góðir tilheyrendur. Ég kannski bara stuttlega, þarna erum við með deiliskipulagt hverfi sem hefur verið dálítinn tíma í útdeilingu. Við getum við höfum verið að fá lóðirna tilbaka og það er ekkert hernaðarleyndarmál að það sem er dálítið mótdrægt á þessu svæði er að það er bara langt og fast, djúpt og fast, og það er bara það sem er oft mest íþyngjandi í framkvæmdum, það er jarðaskipti og en þarna erum við komið með mjög metnaðarfullan aðila sem er að hanna þarna hús. Nefndin náttúrulega eðlilega held ég komist að þeirri niðurstöðu að með við þær hönnunarforsendur sem eru gefnar fyrir núna þá bara einfaldlega rúmast það ekki inn í deiliskipulaginu sem er í gildi. Þannig að það er í sjálfsögðu ekki hægt að komast að annarri niðurstöðu. En ég held að það sé mjög mikilvægt og þess vegna er gott að þessi bóka að samtalinu sé bara viðhaldið og framhaldið og við sjáum hvort að það sé hægt að einhvern veginn að komast að niðurstöðu með hönnun hússins þannig að það geti einhvern veginn rúmast inn í skipulaginu. Ég held líka, svo ég bara tali opið og frjálst, að við þurfum kannski líka að vera kannski opin fyrir því að kannski þarf eitthvað meira til og þá náttúrulega þurfum við að taka það verkefni á miklu breiðari forsendum heldur bara einnar lóðar. Þá þurfum við bara að taka allt hverfið og sjá hvort að það er kannski nauðsynlegt að breyta skipulagi þar, sko. En þetta er svolítið verkefni sem fyrir framan okkur og mér finnst það líka bara lýsandi fyrir það að hvað við erum eftirsóknarvert sveitarfélag. Mér langar að koma inn á það vegna þess að þarna til dæmis bara verið að hanna hús sem að ég geti ímyndað mér að verði bara hluti af arkitektur Íslands, sko, í sögunni. Það er alveg ótrúlega merkilegt þetta hús og gaman að fylgjast með. En við erum hins vegar bara með leikreglur sem við þurfum að fylgja eftir og við þurfum þá einfaldlega að breyta almennum reglum ef við getum ekki, það er ekki hægt að komast annarri niðurstöðu akkurat í dag. Takk fyrir þetta, Pétur, og ég fæ bara að lesa aftur bókunina sem við leggjum til að fylgi með þessar afgreiðslu. Bæjarstjórn telur ekki tímabært að taka ákvörðun breytingar á deiliskipulagi á þessum tímapunkti og felur bæjarstjóra og skipulagsfulltrúa að halda áfram viðræðum hönnun hússins með því markmiði að hönnunin standi skilmála núverandi deiliskipulags og bæjarstjórn samþykkir ósk lóðhafa hámarksmælishæð. Og þá legg ég þessa afgreiðslu undir fundinn. Þeir gefa mér þessa samþykkja og það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 2 Edenreitur. Það eru umsókn breyting á deiliskipulagi vegna gróðurhús og það er lagt til að bæjarstjórn hafni umsókn breyting á deiliskipulagi þar sem framkvæmdin víkur verulega frá skilmálum deiliskipulags og gæti verið eftir atvikum
eftir atvikum fordæmisgefandi fyrir aðrar lóðir á skipulagsreitnum. Þetta var smá högt, en allavega orðið laust. Og þá legg ég þessa afgreiðslu undir fundinn til samþykktar geomerki sem samþykkir þetta og það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 3. Gangbrautir við þelmörk breiðumörk með tilliti til öryggis gangandi vegfarenda. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki að setja upp gangbraut aðeins innar frá gatnamótum, breiðumörkur og þelmörkur og felur umhverfisfulltrúa að gera kostnaðaráætlun fyrir uppsetningu á snjallgangbraut. Mig langar að fylgjast aðeins eftir hérna áður en ég opna fyrir mætaskrá, en undanfarið hafa orðið 2 umferðarslys í Hveragerði með skömmu millibili þar sem börn hafa orðið fyrir ökutæki á leið sinni yfir gatnamót. Þó svo betur hafi farið en leit út í fyrstu í báðum tilfellum undirstrikar þessi tilvik mikilvægi þess að umferðaröryggi sé tryggt með viðeigandi hætti og ekki síst í ljósi aukins íbúafjölda og stækkandi byggðar. Í því augnamiði hefur á kjörtímabilinu verið unnið að samgönguáætlun samhliða endurskoðun aðalskipulags fyrir bæinn. Samgönguáætlun byggir á umfangsmikilli úttekt á umferðaröryggi í bænum og eru þar greind tækifæri til úrbóta. Bæjarstjórn óskar eftir því að samgönguáætlunin verði tekin fyrir til kynningar og umræðu í bæjarráði sem leggi fyrir bæjarstjórn tillögu á því hvaða aðgerðir verði ráðist í strax á yfirstandandi vetri. Þannig að og nú opna ég fyrir mælendaskrá undir þennan lið. Dagný. Takk fyrir forseti. Mér langar bara að taka undir það sem lagt hérna fram sem tillaga fyrir fundinn. Ég held að það eigi það allir sameiginlegt í svona litlu samfélagi þegar það verða slys sérstaklega á börnum að þá ristir það aðeins upp í manni og við höfum sannarlega verið að vinna undirbúningi að því að grípa til ýmissa aðgerða hér innan bæjar til þess að tryggja bætt umferðaröryggi og ekki síst þá í ljósi bæði fjölgandi tölu íbúa og svo sömuleiðis með stækkandi byggð og fleiri stórum gatnamótum og fleira. Og eins og aðrir bæjarfulltrúar koma inn á hér fyrir fundinum að þá er líka hluti af því þessi framkvæmdum vestumörkinni sem að við erum öll sammála að leggja á til þess að tryggja þetta öryggi. Og þrátt fyrir að þessi samgönguáætlun sem hefur verið í vinnslu núna samhliða aðalskipulaginu er hugsuð þannig að hún taki gildi samhliða aðalskipulaginu og sé hluti af þeirri vinnu að þá liggur hún mjög skýrt fyrir og þar liggja sömuleiðis fyrir svona hvaða aðgerða er hægt að grípa til þess að auka öryggi fyrir börnin okkar og bara alla gangandi vegfarendur og hjólandi hér í bæ og ég held að það sé bara ekki eftir neina að bíða. Og svona tilvik verða til þess að maður kannski hleypur aðeins hraðar ef við getum orðað þannig. Þannig að ég held að sé bara mjög jákvætt ef að bæjarstjórn getur sammælst að setja þetta í þennan farveg. Takk fyrir. Einhverju aðrir sem vilja kveða sér ljós undir þessum lið? Ef ekki þá legg ég þetta undir fundinn til samþykktar, gefum merki sem samþykkir þetta og það er samþykkt. Þá erum við komin í lið 6, Þórsmörk 3, umfangsflokkur 2 og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki að láta fara fram grenndarkynningu á framkvæmdinni samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og orðið laust. Ekki kveða sér ljós, þá ber ég þannig lið undir fundinn samþykktar og hann er samþykktur samhliða. Þá erum við komin í lið 7, Austurmörk 1-3 og Austurmörk 5 og breytingu á deiliskipulagi. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki að taka deiliskipulag lóðanna Austurmörk 1-3 og Austurmörk 5 til endurskoðunar á komandi ári þar sem tekið verður mið af fyrirliggjandi stefnumörkun í aðalskipulagi Hvergisbæjar 2025 til 2037. Orðið laust. Það er engin kveðs ljós, þá legg ég þannig lið undir fundinn til samþykktar og hann er samþykktar. Þá er fundargerðin að öðru leyti til umræðu og orðið laust. Og engin kveðs ljós og þá ber ég fundargerðina undir fundinn til staðfestingar og gefa merki sem staðfesta fundargerðina. Þá erum við komin í lið 5, fundargerð samráðshóp málefni fatlaðs fólks frá 24. september
Þar afgreiðum við sérstaklega liði nr. 2 og 4. Og undir lið 2 er fundadagur til samráðshóps málefni fatlaðs fólks. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykki fundadagatal samráðshópsins málefni fatlaðs fólks fyrir starfsárið 2005 til 2006 með þeirri breytingu sem samþykkt var á fundi samráðshópsins og orðið laust. Já, gjörðu svo vel. Já, forseti. Eins og ég hef nú komið inn á síðasta bæjarstjórnarfundi sem ég satt hérna, þá þetta þessi samráðshópur búinn með þann pening sem var sett í fjárhagsáætlun fyrir fundið þessara nefndar. Og ef við ætlum að fara að samþykkja hérna þetta fundadagatal, þá erum við að fara að samþykkja 2 fundi til viðbótar á þessu ári. Við héldum fund þarna sem við erum að taka fyrir núna, þannig að í raun komin 3 fundum fram úr fjárhagsáætlun. Og ef við ætlum að samþykkja hérna, þá þurfum við að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun, myndi ég ætla. Ég vildi bara bera þetta fram og þessi samráðshópur er að halda mun fleiri fundi heldur en fastanefndir bæjarins eru almennt að halda, sem eru svona 6 á ári, fyrir utan skipulags- og mannvirkjanefnd sem þetta hittist oftar eðli málsins samkvæmt. Þannig að mér finnst vera, og ég tók eftir að öldungaráð er komið á svipaðan stað, þannig að mér finnst vera svona kannski smá lausagangur í þessu og það var að ég get ekki samþykkt þetta fundadagatal eins og það liggur fyrir. Takk. Takk fyrir þetta, Friðrik. Gerðu ráðstöðu fyrir þeirra. Er fleiri sem vilja kannski ljós? Þá legg ég þennan lið og fundadagatal undir fundi til samþykktar. Við gefa merki sem samþykkja og þeir sem sitja hjá og þeir sem hafna. Það eru 2 sem hafna þessu lið og 5 sem samþykkja. Þá erum við komin í lið nr. 4, búsetumál öryrkja og fólk sem fatlaðir í Hveragerði. Þar er lagt til, þá er bókun samráðshópsins var eftirfarandi. Samráðshópurinn leggur til við bæjarstjórn að til að mæta búsetuþörf öryrkja og fatlaðs fólks í bæjarfélaginu verði gert ráð fyrir fjölgun slíkra búsetukosta í fjárhagsáætlunargerð næsta ári, meðal annars með stofnframlagi til Brynju leigufélags SAS vegna íbúðakaupa í bæjarfélaginu. Veitingstofnframlag sveitarfélagsins til Brynju leigufélag SAS vegna kaupa nýjum íbúðum er til þess fallið að tryggja framboð leiguíbúða á sanngjörnu verði fyrir öryrkja og fatlað fólk í bæjarfélaginu. Ég ætla að lesa hérna upp tillögu á bókun og svo bara opna ég fyrir mæliskrá. Bæjarstjórn tekur undir með samráðshópnum og felur bæjarstjóra og velferðarsviði að undirbúa erindi til stjórnar Bæjargeirsans þar sem lýst verði yfir vilja Hvergisbæjar að þjónustukjarnir rísi í bænum sem allra fyrst. Og jafnframt felum við bæjarstjóra og velferðarsviði að senda Brynju leigufélagi SAS erindi mögulegt samstarf um uppbyggingu eða kaup á nýjum íbúðum á vegum leigufélagsins í bæjarfélaginu. Og áður en ég opna fyrir mælendaskrá þá langar mig bara að það var aðalfundur Bæjargeirsans rétt þessu í dag þar sem var verið að taka fyrir bara mjög góð mál þar sem var að fara yfir þörfina og uppbyggingaráætlun. Og það er verið að byggja undirbúningi á Hvolsvelli núna kjarna og Bæjargeirsinn er búinn að senda Árborg erindi að þeir séu næstir í röðinni. Hér er einfaldlega verið þannig við séum undirbúin þegar röðin komi að okkur og að lýsa yfir vilja bæjaryfirvalda til þess að standa okkur eða því að eins og kemur fram í þessari áætlun hjá Bæjargeirssannum sem verkefnastjórinn fór yfir á fundinum að það er gríðarleg þörf. Og Bæjargeirssinn stendur styrkum fótum hvað fjármagn varðar og það er búið að byggja vel undir það að það er standa bara stöðugir til þess að halda áfram þessari uppbyggingu og það var meðal annars rætt þar að möguleiki væri bara að flýta þessari uppbyggingu því að við værum búin að læra vel af þeirri uppbyggingu sem hefur orðið. Það sem ég langar aðeins að bæta líka við er að það eru samkvæmt húsnæðisáætlun þá eru 5 á biðlista eftir þjónustukjarna eða íbúð hjá okkur í Hvergisbæ en það eru allavega svona 11 fullorðnir einstaklingar á aldrinum 18 til 30 ára sem eru með lögheimili í Hveragerði en búa ennþá í foreldrahúsum. Þannig að þá að tala sér 5 að þá eru það mun fleiri sem þurfa þjónustu á næstu árum. Þannig að ég fagna þessu mikið og það er
mikilvægt bara að byrja að undirbúa. Jóhanna, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langaði bara að koma hérna upp og taka heilsugur undir þessa afgreiðslu. Ég bara styð þetta heilsugur, þetta er mjög þarft mál og þetta er algjörlega í samræmi þá við áætlunum okkar húsnæðisáætlunina og í takt við fundir sem við sátum hérna mörg hver hérna áðan, þannig að ég styð þetta heilsugur, mikilvægt mál. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Gjörðu svo vel. Forseti, við langar bara hér að koma upp og hrósa samráðshópnum, sérstaklega fyrir þennan lið og hafa tekið þetta upp. Sem svo við höfum oft farið hérna yfir, þegar við erum að fjalla félagslegt leiguhúsnæði á vegum sveitarfélagsins, að þá er þetta gífurlega mikilvægt að tryggja húsnæðisöryggi fólks og þetta er eiginlega grundvallar mannréttindi. Þarna þurfum við að standa okkur og það er áhugavert sem að kom hérna fram í máli forseta að þó að það séu 5 á biðlista samkvæmt húsnæðisáætlun eftir sértæku búsetuúrræði að þá er biðlistinn í raun og veru stærri vegna þess að það er falið að það eru einstaklingar sem eru ekki á listanum en ættu að vera það. Þannig að við þurfum einhvern veginn að fá réttari mynd inn í húsnæðisáætlun af þessu. Og svo ég segi aftur, hrós til samráðshópsins fyrir að hafa tekið þetta upp. Og þetta er nákvæmlega það sem við viljum fá frá samráðshópnum, sem er notendaráð og mikilvægt fyrir okkur að vera og bæta úr þessu og hafa rétt og gott yfirlit yfir þessu stöðu. Takk fyrir þetta, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætla að hrósa þeim fyrir að setja greinina sína sem fylgiskjal með Var það? Þetta var skræðið, sástu það ekki? Ok. Já, bara smálsvot. En nei, þetta er náttúrulega bara í samræmi við það sem við höfum svo sem talað á félagsstanum að ræða þessi leigufélög, þannig að við erum bara mjög ánægð með að sjá þetta og samþykkjum þetta. Svo sem. Vil ég lesa aftur bókun upp eða? Nei, ok, já. Þá legg ég þessa bókun fundin til samþykktar, gefa merki sem að samþykki og það er samþykkt samþykkt. Og þá er fundargerðin að öðru leyti til umræðu. Það er ekki svo. Takk fyrir forseti. Mér langaði bara að rétt að nefna að ég var viðstödd þennan fund hópsins og það er eiginlega bara ótrúlega gaman að segja frá því hvað það voru ótrúlega flottar og góðar umræður og öflugt fólk inn í þessum hópi fyrir okkur til þess að gefa okkur einhver einsinn inn í þarfir þessa hóps. Þannig að ég bara þakka fyrir góðan fund með góða fólk. Takk fyrir. Ef það er ekki fleiri sem vilja koma inn undir þessu undir fundargerðinni, þá legg ég bara fundargerðina undir fundinn til staðfestingar. Gefa merkið sem að staðfesta fundargerðina og hún er staðfest. Þá er það 7. liður, fundargerð öldungaráðs frá 1. október og þar afgreiðum við lið sérstaklega númer 1. Og samþykkt öldungaráð Hvergisbær og þar legg til að bæta samþykki að sameiginlegur fundur öldungaráðs og bæjarstjórnar Hvergisbær verði haldinn 13. nóvember sem er í samræmi við aðra grein samþykktar öldungaráð Hvergisbær frá 2019. Þannig að setja inn dagsetninguna vegna þess að það er það sem umræðar og það er búið að staðfesta þann fund og ég opna fyrir mælendaskrá. Þetta er það sem ég gjörðu svo vel fyrir. Forseti, svona í takt við það sem ég nefndi hér áðan varðandi samráðshópinn, það er hérna í drögunum í einum lið, kemur fram í lið 5D, öldungaráð skal funda einu sinni í mánuði eða eftir þörfum. Það eru þetta bæjarstjórn sem að greiðir laun fyrir setið þessari nefnd og setur það í fjárhagsáætlun
og gerum þá líklega ákvörðun um það út frá þeirri fjárhagsáætlun hversu marga fundi skal halda á ári. Það er spurning hvort það þurfi þá ekki að breyta þessu í starfsreglunum, eða sem sagt í þessum drögum þarna inni, þetta er bara bend á þetta. Takk fyrir þetta, Freyr. Það var mjög góð ábending. Bara tökum bara fundarhlé klukkan 1800. Ok, ég ætla ekki að segja. Já, mút. Fyrir ofan. Nei, fyrir neðan. Já.
Þá höldum við áfram klukkan 18:05 og ég ætla að leggja lið 1 undir fundinn til samþykktar. Gefa merki sem að samþykki lið 1 og hann er samþykkur samhliða. Og þá er það fundargerðin að öðru leyti til umræðu. Og ekki hvað þessi hljóðs, þá legg ég fundargerðin undir fundinn til staðfestingar. Og hún er staðfest. Þá erum við komin í lið 7 fundargerð afmælisnefndar Hvergisbæjar frá 22. september. Orðið list? Já. Já, það er fyrst það. Forseti, við erum bara aðeins að svona fara yfir þau mál sem að voru rædd í afmælisnefnd. Og þið sjáum það svo sem í fundargerðinni, þetta er, ég nefndi það áðan að þetta væri nú skemmtilegasta nefndin í bænum. Ég held að það sé nú. Og það er ýmsar hugmyndir afmælisárið, 80 ára afmælisár. Og við erum nú að vinna að því að setja upp dagskrá fyrir árið og hún getur verið gefin út bara í byrjun afmælisársins og það verður dagskrá út allt árið, viðburðir og annað sem er að gerast. Ég vek athygli á því að þarna er gert ráð fyrir að hátíðarfundur, ekki hádegisfundur, en hátíðarfundur bæjarstjórnar. Hann verður afmælisdegi sem er 29. apríl. Og þar erum við að leggja upp með að bjóða forseta Íslands á fundina. Og við ræddum líka í afmælisnefndinni að það væri gaman að kanna hvort að forseti Íslands gæti á þessum degi komið opinbera heimsókningar til Hveragerðis og heimsókn fyrirtæki og stofnanir eins og við á. Og svo farið á og svo myndi hann vera á hátíðarfundinu líka. Það sé vel til fallið og ég held að við séum þegar komin í samband við forsetaskrifstofuna varðandi þessa dagsetningu og þennan möguleika. Og þarna var líka rætt ýmislegt eins og til dæmis ljósmyndasýningu sem að ég held að við eigum að stefna að og það þá í samstarfi við Héraðsgræðsans Árnesinga sem varðveitir auðvitað mikið af sögulegum myndum úr Hveragerði og mögulega að safna líka myndum í leiðinni frá Hveragerðingum og setja upp ljósmyndasýninguna áberandi stað, til dæmis hér við Breiðumörk, getur verið í sjónvarpi í glugga. Við sjáum til dæmis sýning núna Ölfusárbrú á Selfossi og þar eru ljósmyndir sem að rúlla á sjónvarpi sem að vísar út á Austurveginn og er í glugga í bókasafninu þar, þannig að fólk getur bara labbað framhjá og skoða og svona. Þannig að ég held að það getur verið ofsalega skemmtilegt. Og svo höfum við haft samband við stofnanir og félög hér í bænum sem að öll eru tilbúin að koma á einn eða annan hátt að afmælisárinu og vera með ýmsa viðburði og annað sem að tengist. Þannig að hugmyndin er að þetta sé allt árið sé undir í viðburðum og öðru sem tengist afmælisárinu. Það eru íbúar og félög og stofnanir sem að koma að því. Þannig að við gerum þetta öll saman og eigum þetta öll saman. Takk fyrir þetta, það er greinlega mikið afmælisbarn. Já, forseti, ég held að þetta sé eins og Njörður segir einn skemmtilegasta nefndin. Það er náttúrulega að vilja bara setja þessa fundi með ykkur. En það er mjög ánægilegt að heyra að það sé komið í samband við forseta Íslands og það væri ánægilegt ef hún kæmi og væri á hátíðarfundinum hjá okkur. Það væri nú gaman að vera með svolítið íslenska bragð, vera með hrossabjúgur og rækjusalat og slátur og eitthvað svona í boði fyrir okkur. Það ekki er svona til. Nei, ég sé. Hverabrauð? Já, hverabrauðið kannu með rækjusalati á. Það var ekki snægt. En mér fannst Sævar, skólastjóri kom nú með ágætis hugmynd, eða hvort það hefði verið komið frá Nyrði að setja ofan á loftræstistokkinn, hver var það sem hugmynd frá Pétri? Já, frá Pétri. Hattinn hans Dr. Magga, það væri svona jafnvel bara afmælisgjöf til bæjarins því að hann teiknaði grunnskólanum. Það er nú flott lista upp að setja þarna upp á loftræstistokkinn. Kannski að Kristína á listasafninu getur svona unnið að því.
En mér finnst þetta flott og skemmtilegt að lesa fundargerðina. Það er greinilega nóg að vera hjá þessari nefnd og ég fór að hugsa þegar ég var að lesa þetta yfir að það þyrfti nú eiginlega bara einhvern verkefnastjóra til þess að fylgja þessu öllu úr hlaði. Þetta verður svo viðburðaríkt ár. En bara virkilega skemmtilegt að lesa þetta. Ég hef heyrt allt þessar hugmyndir. Sé fyrir mér styttu með hattinum og Selfossi kom með, Árborg kom með eina góða styttu og ég held að við séum fínt að fá hatt bara hjá okkur. Já, en þá legg ég fundinn til staðfestingar, gjöfmerki sem staðfesti fundargerðina og hún staðfest. Þá er við 8 bréf frá Kvenréttindafélag Íslands frá 7. október. Það var það laust. Já, forseti, þetta er bara ánægilegt. Ég vona að stofnanir bæjarins að við getum tekið þátt í þessu kvennaverkfalli með okkar starfsmenn og við komum því að hvort það hefur verið umræða í gangi eða hvernig það er. Takk fyrir ekki samanlega. Ég hefði kannski hægt að lesa upp það sem við vorum að hugsa, bara afsakið það. En ég með tillögu bæjarstjórn fagnar framtakinu og til að afar mikilvægt. Bæjarstjórn hvetur stofnanir bæjarins til þátttöku þann 24. október og felur menningarráðinu og markaðsfulltrúa að fylgja því eftir. Allt ekki svo vel. Já, forseti. Ég staldra alltaf dálítið við þetta. Ég veit, sko, ég er kvenmaður og vill að sjálfsögðu og við höfum öll sömu réttindi, það er ekki málið. En ég var aðeins hugsuð þegar ég las þetta og ég hugsaði, sko, hvort við gætum kannski líka bara hvatt til þess að það væri einhver fræðsla hvað þýðir þetta? Hvað ætli mörg börn í grunnskólanum viti í alvöru hvað þetta þýddi hér forðum, sko. Þannig að það væri kannski eitthvað svona sem að færi áfram ekki bara það að það væri gefið frí, sko. Þannig að þetta væri líka í leiðinni fræðsla til þeirri sem yngri eru hvað við höfum náð langt. Ég held að það sé mikilvægt. Takk Edda. Það var einmitt svipuð umræða sem fór fram hjá okkur þar sem við vorum að horfa til Delta Kappa Gamma sem dæmis, konur í fræðslumálum sem eru að gera mjög góða hluti og fá skólann til þess að, þetta var í rauninni við vildum ekki stýra því beint en að hvetja, til þess að taka þátt og með hvaða hætti sem en ég tek undir með þér með þennan fræðsluvingil að honum sé haldið vel á lofti. Njörður, fyrir svo. Ég missti því miður af fínni ræðu Friðriks en það var að hvísla á mér, ég vona ég sé ekki að segja það sama hér uppi. En það verður sem sagt, það er verið að hvetja til kvennaverkfalls 24. október í tilefni þessa dags og við erum með stóra kvennavinnustaði hér hjá bænum og má nefna leikskólana og grunnskólan. Má gera ráð fyrir því að það verði þá skert starfsemi á þessu stofnunum og þessu degi. Það er bara rétt, sko, ég vildi bara nefna það þannig að bærinn eða forstöðumenn stofnunar koma þessum upplýsingum á framfæri til foreldra, vegna þess að þeir þurfa auðvitað að grípa inn í þegar það er ekkert að koma börnunum á leikskólan eða í skólan, allavega yngri krakkar eins og við á. Já, ég veit að halda aftur ræðum. Nei, forseti, ég tók reyndar eftir að þetta akkurat þeirra haustfrí í grunnskólanum og starfsdagur á leikskólanum. Þannig að æsland þetta bara samantak. Við þurfum ekki tekna sig að gefa frí. Það hefur allt verið skipulagt. Allt og Suðurlandi bara heilsum. Mjög gott. Þá legg ég undir fundinn þessa bókun til samþykktar, gjöfmerkisins samþykkjana og hún er samþykkt sem hljóð. Þá erum við komin á lið nr. 9, endurskoðun aðalskipulags Hverfisbæjar, umsögn Vegagerðarinnar og það er lagt til að bæta samþykki meðfylgjandi tillögu að svörun við athugasemdum Vegagerðarinnar og felur skipulagsfulltrúa að framsenda þau til skipulagsstofnunar. Var það list? Og þá legg ég þennan lið
undir fundinn til samþykktar. Það mætti halda að Halldór væri komin hingað. Ætla bara að drífa það, afsakið. Áður en vill eitthvað, ég ætla að opna fyrir málendaskrá, afsakið. Einhver sem vill taka til máls? Nei. Þá ætla ég að leggja hann undir fundinn til samþykktar og gefa merki sem að samþykkjar og hann samþykktur samhliða. Þá komið að leið númer 10 til að Hveragerðis og Framsóknar skólaakstur. Og tillagan þannig að meirihluti Hveragerðis og Framsóknar leggur til að hafa verið athugun og þarfagreining á skólaakstri grunnskólans í Hveragerði. Og með þessu fylgir greinargerð. Með tilkomu nýs hverfis í uppbyggingu í Kambalandi þar sem gatnagerð gengur hratt og örugglega og nýjar lóðir sem úthlutaðar var snemmsumars eru komnar með húsgrunna þörf fyrir skólaakstur í Hveragerði orðin meiri. Með því færast útmörk byggðar í Hveragerði og afsakið, ég ætla að fá að byrja aðeins eitthvað nýtt. Með því að? Nei. Með því færa útmörk byggðar í Hveragerði hefur vegalengd fyrir smár fætur og leið í skóla aukist til muna og því mikilvægt að huga að lausnum. Meðfylgjandi tillögunni reglugerð skólaakstur í grunnskóla frá árinu 2009 og undir þetta rita meirihlutinn. Orðið laust? Friðrik? Forseti, ég held að það sé ágætt að fara í þarfagreiningu á þessu og sjá í rauninni hversu mörg börn væru þarna upp frá sem að þurfa hana á þessum akstri að halda. Þetta þetta einmitt eins og við komum inn á svolítið langt að fara orðið. En ég held að það sé fínt. Maður fær svona innblástur þegar maður fer út að labba á morgnana eða hjóla með barni í leikskólanum. Þá hugsa ég sko rúturnar sem er að koma úr Ölfusinu með börnin svona 8-leytið á morgnana. Þær gætu auðvitað þó kannski tekið áfram hlekk en auðvitað kostar þetta allt peninga þannig að það þarf auðvitað að taka það líka inn í myndina. Þetta nú kannski ekki eitt af hlutverkum sveitarfélagsins í þéttbýli að skaffa svona rútuakstur en alveg verðt að skoða þetta og fara í svona þarfagreiningu og sjá hversu mörg börn búa þannig frá. Takk Friðrik og ég kem að sinna að það svona tengist svolítið aðeins. Svolítið búið að vera þema hérna á þessum fundi samgöngur og svoleiðis þannig að það kostast aðeins samlegur og helmingar svo. Já, forseti. Ég ætlaði bara að segja að mér finnst þetta bara svo ótrúlega gott erindi að skoða það og þarft og bara ég tala nú ekki eins og við vorum að ræða áðan með þessi óhöpp sem hafa orðið á tveimur börnum og þegar við erum að koma nú veit ég ekki töluna á börnum sem búa þarna en ég keyri þarna oft mín börn eiga vini og það eru alltaf börn út að hjóla, það eru alltaf börn að leika sér, þetta er ótrúlega líflegt hverfi. Þannig að mín tilfinning svo að það er fullt af börnum sem gætu mögulega nýtt sér þennan akstur og ég hugsa bara þegar við erum búin að koma börnum í sameiginlega bíla hérna niður eftir og við erum að létta á gatnamótunum hér og þá erum við líka bara að koma í veg fyrir að fleiri óhöpp geta mögulega orðið. Þannig að mér finnst þetta bara ótrúlega gott erindi. Takk fyrir. Takk fyrir. Já. Forseti, já, ég held að þetta sé bara mjög jákvæmt að skoða þetta og sjá svona hvað kemur út úr því, bæði kostnaðarlega og hvernig nýtingin yrði. Með tillögunni fylgja þessar reglur skólaaksturinn. En það eru til dæmis ekki tilteknar vegalengdir. Við sjáum að sveitarfélög sem hafa verið að bjóða upp á slíka þjónustu, þau hafa sett sér viðmið það. Ég sé til dæmis að Reykjavíkurborg miðað við að börn þurfi ekki að fara lengra heldur en 1,5 kílómetra gangandi í grunnskóla greinilega í lok vikunar þannig að það er auðvitað og það er svona sirka 1,5 kílómetri held ég frá grunnskólanum og í ystu byggðir hér í Hveragerði. En það er kannski ekki aðalatriði í þessu vegalengdirnar, jú vissulega, en líka bara þessi þjónusta og fínar ábendingar sem að Telma kom hér inn á, það er að létta líka hér á umferðinni á morgnana í skólan. Við erum að bjóða upp á akstur í dag fyrir krakkar sem að fara í íþróttir, bæði hér upp eftir og svo tímabundið út fyrir bæinn. En það kom líka óskum það á fundi með eldri borgurum
fyrir nokkur síðan sem bæjarstjóri átti með Eldri Borg. Þau voru að spyrja slíkan akstur til þess að fólk sem kannski eldri borgara sem hafa ekki aðgang að ökutækjum eða einhverju slíku, að það gæti fengið einhverja slíka þjónustu og þá spurning hvort það sé hægt að samnýta þetta líka í því. Þannig að ég held að sé hægt að skoða þetta á ýmsa vegu og kanna hvernig við getum útfært þetta og jafnframt varðandi kostnað. Það verður mjög mikið svo ekki. Já, forseti, Njörður sagði nú eiginlega allt það sem ég ætlaði að segja, sko, akkurat að, eins og þú komst líka inn á Sandra, að við erum búin að vera að tala Hamar íþróttafélag, við erum að tala skólaakstur og fleira, sko, og eldri borgara eða félag eldri borgara. Þetta bara minnir mig á kosningalof og framsóknar fyrir síðustu kosningar, að vera með græna strætó og þá var alltaf hugmyndin að einmitt. Þetta væri svo gott að hafa rafmagni en það er önnur saga. En ég held þetta sé alveg svolítið þarft að skoða þessi svona rútur bæinn og ég sé alveg fyrir mér að það gæti verið svolítið bara huggulegt líka varðandi bara svona samveru og samskipti að eldri borgarar, eldra fólki okkar sé að fá að fara í bónus og svo er að vera að skutla einhverjum svo á íþróttaæfingu og það sé blandist aldurshóparnir í þessu. Þannig að ég held að þetta sé bara eitt sem við erum að skoða í framhaldinu, en þarfagreiningin skólaakstur þörf. Takk. Það sem kemur líka, því að kemur aðeins inn á eldri borgara eins og Njörður kom inn á, þetta að rjúfa félagslega einangrun, og fólki vill verða sjálfbært og vill vera lengi í virkni og lengur í virkni og ef þetta er til þess að auðvelda, en það er auðvitað önnur umræða en tengist þess vissulega. Já, kannski bara forseti, bæjarfulltrúar og aðrir góðir tilheyrendur. Kannski aðeins til þess að slá botninn í þetta og setja kannski örlítið samhengi í þessa umræðu að við erum náttúrulega dagsdaglega að keyra íbúum til og frá. Við erum með talsvert umfangsmikla akstursþjónustu. Það er bara hluti af stoðþjónustu sem bærinn veitir. Það kemur inn á öldrunarþjónustu, það kemur inn á félagsþjónustuna, liðveislu. Þannig að við erum með heilmikinn akstur í kringum Birkimörkina. Þannig að við erum núna að auka við akstur í kringum íþróttirnar. Þannig að það er talsverður akstur sem að sveitarfélagið heldur úti. Þannig að í sjálfu sér er ekkert óeðlilegt að skoða þetta eins og allt annað og jafnvel að sjá hvort það sé einhverju samlegar möguleikar í þessum akstri öllum. Mig langar líka að vekja athygli á því að í málinu sem vorum að afgreiða rétt áðan varðandi umsögn til Vegagerðarinnar, þá er Vegagerðin meint að velta fyrir sér strætóstoppistöðum hér í Hveragerði og jafnvel einhverja færslu á stoppistöðum. Og það sem að Vegagerðin velti þá fyrir sér hvort að það sé tilefni til þess að vera með stór bílastæði þar í kringum biðstöðurnar til þess að safna saman bílum þegar fólk er síðan að fara annaðhvort yfir á höfuðborgarsvæðið eða yfir í Árborg og Ölfus. Það sem að gæti verið alveg hugmynd inn í þessa vinnu alla saman þurfi bílastæði eða gæti hér vagn keyrt og safna saman fólki og þá þyrftum við ekki þetta bílastæði. Þetta er margs konar vinna sem við þurfum að draga svolítið saman núna en mér langar líka kannski bara að lokum að segja að við erum, ég held að sé allavega 4 sjálfstæð erindi frá foreldrum sem við erum með innandyra þar sem að þau hafa verið að spyrjast fyrir þennan skólaakstur. Þá eru viðkomandi til dæmis og ég er bara að gefa ykkur gott dæmi að velta fyrir sér að sækjum lóðir upp í nýja byggingalandinu okkar og þá er viðkomandi að velta fyrir sér, nú er komin það langt frá að hvort að þetta geti verið þjónusta sem að bæði myndi koma að og sinna. En svo kannski líka bara eðlilegt að það er ekkert endilega þannig að til dæmis ef við bara tölum grunnskólan í Hveragerði að við séum að tala skólaakstur fyrir alla aldurshópa.
það er talsvert bil á milli þess að vera 6 ára og lítill og stuttfattur og síðan bara vera komin í 10. bekk og nokkuð stoppaður, sko. Og svo er líka annað að, ég meina, þið tekkið það bara núna, nú erum við bara að detta inn í tímabil þar sem að skammdegi fellur svolítið yfir og það er dimmt úti og dimmt yfir daginn. Það er ekkert alltaf svona, þannig að það getur vel verið að það sé hægt að skoða þetta í einhverjum tímabilum yfir skólaárin. Þannig að samandregið held ég að þetta sé bara, það er gott að sé samhugur þetta því ég held að þetta sé góð vinna að draga saman og taka síðan einhverja afstöðu. Mér datt nú bara í huga að þegar við erum að ræða með akstur og það eru konir inn í eldri borgarar inn í þetta og svona, að þá fór ég að hugsa að því ég hef kynnt persóna alls konar á erlendri grundu og þá fór ég að hugsa, já, geta þá kannski ekki bara öldungaráð og ungmennaráð fara í samstarf og þetta gæti orðið samstarfsverkefni þarna á milli. Það er bónusaksturinn og eitthvað svona, þannig að það er hægt að gera alls konar til að tengja kynslóðir sem að kannski útheimtir ekki beint aðkomu sveitafélagsins þannig lagað, sko. Þannig að og það er bara styrkir tengsl og gefur allavega erlendis gefur þetta góð raun, svona samstarf. Bara langar að taka undir þessa hugmynd eða tillögu frá henni Öldu með að reyna að nýta þessi notendaráð okkar í þessum hópum og þá sömuleiðis muna eftir þeim hóp sem að líka nýtir talsvert akstursþjónustu hjá okkur hér í bænum sem að við erum með notendaráðshóp fyrir líka sem er notendaráðið samráðshópur málefni fatlaðs fólks. Þannig að ég held að þessi notendaráð getur kannski bara haft mjög gott innlegg inn í þessa vinnu hjá okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Davíð. Mjög gott. En þá legg ég þessa tillögu fundi til samþykkjamerkið sem að samþykkja tillöguna og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það síðasti dagskrárliðurinn okkar í dag. Það er dagskrárliður nr. 11 til að hverja framsóknar þjónustu og félagsgjalda fyrir eldri borgara. Og tillögan er á þá leið. Meirihluti hverja framsóknar leggur til að stofna verði undirbúningshópur vegna nýs þjónustukjarna eldri borgara í Hveragerði. Hópnum verði ætlað að vinna og skila til bæjarstjórnar skýrslu með forsendum fyrir slíku verkefni, tillögum að staðarvali, auk þarfagreiningar á mögulegri starfsemi og hlutverki þjónustukjarnans. Og með þessu fylgir greinargerð. Félag eldri borgara í Hveragerði hefur hitt bæjarstjórn tvisvar undanfarið og farið yfir kraftmikla og vaxandi starfsemi félagsins. Þar hefur verið stærsta og umfangsmesta málið til umræðu og kynningar hugmyndir að nýjum þjónustukjarna fyrir eldri borgara. Í ljósi þessa er það til okkar að settur verði hópur á laggirnar á vegum bæjarstjórnar sem ætlað er að hefja undirbúning að mögulegum þjónustukjarna. Hlutverk hópsins verður að greina forsendur fyrir slíku verkefni og vinna þarfagreiningu auk greiningar á staðvali. Í hópnum myndu fulltrúar eldri borgara eiga sæti, kjörnir fulltrúar og starfsmenn bæjarins. Bæjarstjóri verður falið að koma tillögu að skipa hópsins í næsta bæjarráði. Og undir þetta rita meirihlutinn og orðið laust. Þetta er annað mál sem kom upp í umræðu þegar félag eldri borgara fundaði hér með bæjarstjórn og hafði svo sem verið lagt fyrir okkur áður og það er að skoða akkurat þetta að koma upp þjónustu og félagskjarna fyrir eldri borgara. Eldri borgarar finna auðvitað það að það er mjög virkt félag hér í Hveragerði og stórt. Þeirra aðstaða hérna í Þorlákshöfn hinum megin götuna, það er nú orðið ansi þröngt hjá þeim. Þannig að þau eru farin að sjá að þau þurfa að stækka og sjá þetta sem mögulega leið að það sé hægt að koma upp félagsheimili fyrir félag eldri borgara á sama stað og væri hægt að koma upp svona búsetuúrræði fyrir eldri borgara líka og þjónustukjarna. Þannig að ég held að þetta sé bara ákaflega jákvætt verkefni og vonandi
kemur eitthvað gott úr því sem við getum svo sett inn í svona frekari vinnu hér innan bæjarins í samstarfi við félag eldri borgara. Við fáum sömu hugmyndir. Samstöðis. Mjög gott. Ef það er ekki fleiri sem vilja koma upp undir þessum lið, þá legg ég þessa tillögu undir fundinn til samþykktar og kemur ekki til samþykka hana og hann er samþykkt samhliða. Það var ekki fleira á dagskrá fundarins og við slítum útsendingu en við lesum upp fundargerð. Takk fyrir í dag. Góða stundir, var það ekki eitthvað? Já.